Já, komið sæl og blessuð, velkomin í Trú og Líf. Velkomin. Ætlar þú að heilsa fólkinu, yndislega kona? Já, hæ. Nei, þú ert að hlusta á Trú og Líf. Ég heiti Svava María. Og ég heiti Gunnar. Það heiður og ánægja að fá að vera með ykkur hér í dag. Já, bara yndislegt. Við ætlum að taka fyrir skemmt, áhugavert. Já, áhugavert málumni sem að ég ætla að peldi mjög mikið í þegar ég var að koma til trúar. Já, ég bara svona til að taka það fram að þá er ég einmitt manneskja sem að pæli ekki í hlutum. Þú pælir mjög mikið í hlutum. Bara, Er það? Já, þú pælir mjög mikið. Finnst þið það? Mér finnst ég einmitt bara svona að því ég hef nú sagt bara mjög við flesta vini mína svona, ég er einhvern veginn þannig manneskja að ég er bara eitthvað svona mín náttúrulega svona ég hallast meira að því að vera bara eitthvað svona já, einmitt já, það verður að ræða þetta. Nei, það er bara sumt sem er svona út. Ef það fyrir pólitík, þá ert þú bara eitthvað svona já, ég ætla bara að finna með eitthvað annað að gera. En þú tekur svona já, í dag, þá upplýði þessa tilfinningu. Og ég veit ekki af hverju, ég þarf að grafa ofan í af hverju ég upplýði þessa tilfinningu og ég hef aldrei hugsað þannig. Ég er bara svona tilfinning, ég bara hasta þig, ég burti með þig. Þú ert kannski þannig eins og svona stór umræfni sem við ætlum að tala um í dag sem er þrælahald. Þrælahald í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Af hverju leyfir Guð þrælahald í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu? Og svara þessu. Svo. Punkturinn er að það var alltaf þrælahald. Það var alltaf þrælahald. Það var alltaf þrælahald og það hafði meira þess áhrif á líð Guðs. Já. Guð gerir sig grein fyrir að það erði pottet alltaf til þrælahald þannig að hann vill ekki bara breyta útlitslega heldur hjartanu af því að það allt melli getur reyndar mjög góður pælingar hér ég er bara, þetta er bara mjög gott hvað er það að tala um, þú er ekki pælt í litur en hann að, já þú veist þetta, Ísrael náttúrulega byrjar sem þjóð inn í brotnum heim sem að það er þrælahald allstaðar í nágranna þjóðunum í kring og ekki bara í nágranna þjóðunum heldur hefur þrælahald verið bara hluti af mannkynssögunni frá því að bara fólk byrjaði að skrifa niður sko. Þá voru þrælar þar og er í rauninni óalgengt að vera stað eins og við erum í dag þar sem að þrælahald er eitthvað skrítið þrælahald í gennum tíðina hefur alltaf verið sjálfgefið og ég vil alltaf byrja á að spyrja hvaðan manneskennir er að koma þú veist, ef þú ert trúleysiki og segjum svo að þú bara trúir að þróunarkenningana og þú trúir að þeir sterku að drottna yfir þeim sem eru ekki jafnsterkir og annað eins að þá langar mig að spyrja þú veist, af hverju böggar þessi spurningu þig þú veist, ef að þeir sterku að drottna yfir þeim sem eru veikburða þú veist, af hverju frá þínu sjónarmiði þú veist, ég veit af hverju þetta böggar mig að lesa þrælahald og annað eins þú veist, út af því að ég kem frá kristin sjónarmiði með allir eru skapaðir í ímynd Guðs og hafa gildi og virði sem enginn gefur eða tekur frá þeim þannig að ég veit af hverju þetta böggar mig en af hverju ef þú kemur frá bara náttúrulegu sjónarmiði ertu að böggast yfir svona spurningum og sömulegis þú veist ef það kemur ykkur frá öðrum trúarbröðum hvort sem að sé hindúismi þú veist ef það er viðbjóður sem er kastkerfið ef þú ert neðarlega á kastkerfinu þá ert þú bara einstaklingur sem ert með slæmt karma frá fyrra lífi og þú áttir engin mannréttindi þá enginn að vorkenna þér þú átt bara að vera þrælla annara og vera svona leyfa öðrum að stígu ofan á þig og það á enginn að hjálpa þér þá ertu að bæta við slæmi karma fyrir næsta lífi þeirra ef þú ert múslimi og ert að fara að böggast yfir þú veist þessu að þá vil ég spyrja þú veist af hverju ert ekki að böggast yfir þrælahaldi í Kóranunum eða hadíts eða annað eins þannig að mér langar alltaf að spyrja fyrst hvaðan ert að koma þú ert að spyrja þessu spurningu þú veist af hverju böggaði þig þú veist ég veit út frá kristilegu sjónarmiði af hverju þetta böggar mig Já, hvað allir Íslendingar myndi segja? Allir þessi ekki bara kannski bara mannréttindi, þú veist að það sé rangt eða það ekki bara en ég held að það sé út að leifum af kristinni guðfræði sem að er ennþá í samfélaginu okkar hugmyndir eins og mannréttindi rísa upp frá kenningunni Imago Dei að við séum skapaðir og sköpuð í ímynd Guðs þannig að hver og einn einstaklingur hafi þú veist, gildi og virði í sjálfum sér og þannig að þegar fólk segir já þetta er út af mannréttindum að þá fattar það kannski að þú ert að reiða þig þá á kristna trú til þess að gagnrýna kristna trú en þú veist þannig að hugmyndir eins og mannréttindi spretta bara upp frá kristni guðfræði ef þú ert bara að horfa frá náttúrulegu sjónarmiði þá náttúrulega bara öll dýr er að drottna yfir hvort öðrum og þú bara étur eða ert étinn og þú veist þannig að þú veist ég skil af hverju þetta böggar fólk en ég vil líka benda á að ástæðan fyrir því er út af því að þú veist að sannleikur Biblíunnar er réttur og
og þá komum það þessi en af hverju þá tala Biblían þrælahald og af hverju eru póstulunir og Jesú ekki að gera uppreist gegn þrælahaldi og hvað gerum við eiginlega við þetta og það sem að ég sé að mér finnst Guð setja reglur eins og sérstaklega í Gamla testamentinu þá finnst mér Guð vera búið til reglur fyrir mannfólkið ekki út af að þetta æðsti vilji hans fyrir okkur heldur reglur til þess að hemla ilsku mannkynsins og hvað að gera mjög áhugavert að nefna hana í bara ef þú byrjar að lesa Biblíuna frá upphafi þá nefnir hann í Genesis sem Kain og Abel þá segir hann held ég við Kain eða ekki eitthvað þú verður þræll þú munt vera þræll einhvers, eða ekki, eitthvað svona Já, ég man ekki segir hann það við Kain? Ég man ekki nákvæmlega hvað hann segir við hann Já, eitthvað, þá kemur alltaf orðið svona you're gonna be slave to eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega Já, syndin vill drottna yfir þér hann var hann við áður en að hann drepur Abel eða ekki Ég sé að syndin vill drottna yfir þér Já og þú getur orðið þræll hennar Já, og það líka ýmislegt sem að Biblían þegar hann talar þrælahald ég var bara að lesa í Matteus ökuspjalli í 20. kafla í dag þá var hann að tala Jesús að segja við lærisveinana sína ef þú vilt vera mikill í himnaríki þá skaltu vera þræll annarra þannig að það er oft notað sem annar orð bara yfir hann að servant, eða ekki? Jú, þannig að gríska orðið fyrir þræll doulos eða diakonos diakonos það sem við fáum orðið djákni það svona þjónn og doulos það sem við fáum orðið eins og dúla það sem hjálpa við fæðingar og annað það orð sem að þýtt sem annarkvort einhver sem þjónar eða þræll og í Filippibréfinu í öðrum kafla í versi 7 þá er talað að Jesús hafi lagt frá sér dýrðina og gerst þræll okkar og þjónn okkar til þess að leggja líf sitt í sölunar fyrir okkur og þannig að það er alls konar orð sem eru notuð en hann að mér langar kannski, En ég ætla að segja Vilt þú klára það? Nei, ég ætla að segja kannski líka, þú veist að hugsa sem er pop-up í hausnum núna, þú veist að þeirra þú ert alltaf að kæra mér að hugsa svona aðstæður og svoleiðis, umhverju og eitthvað og ég var að spá í hvort á þessum tíma þú veist að því að það líka alveg talaði mann í Gamla testamentinu, þú veist að fólk skilur fór sjálft og sagði ég ætla að selja mig sjálfa þig skilur, þannig að það valdi svo myndi alltaf sem er val, skilur, en það var samt þannig, skilur, sem komi bara og segja já, ég ætla að selja mig og þú veist, og vera þrætt þinn eða þú veist en ég velti fyrir mér hvort að það hefði verið þá, þú veist, eitthvað út frá bara að fólk skilur vissi að þá myndi það fá hvað hús þú veist, það þá undirvæntanlega vend þá þann sem að þau voru að vinna fyrir, eða ekki? Já, og líka bara að mikið, það er einmitt gott að pæli þessu þegar, þú veist, þannig er spurningin líka hvað hugsa við þegar við hugsa þrælahald. Ég held að flest allir á Íslandi hugsa þrælahaldið það sem að fólk var tekið frá Afríku og flutt yfir til Bandaríkjanna og Evrópu og Arabalanda og svona þá var þetta bara þín eign þú veist, og ég held að það sem er náttúrulega vissulega getur ein hlið og náttúrulega á bara þrælahaldi og var kynþáttabundið þannig að þú varst með ákveðið, þú veist, melanin í húðinni að þá varst þú bara með minni réttindi heldur en aðrir þetta er einmitt það sem að passar svolítið, minnst geggja að vera að pæla í þessu að setja sig í samhengið, einmitt Gamla testamentið hvað er þrælahald þar og það er ekki byrjað á þessum tíma þú veist, ég held að það byrja upp úr 1500 eða eitthvað svoleiðis og ef ég mann rétt, ég veit ekki alveg hvenær en hvað er þrælahald í Gamla testamentinu og hvað þýðir það og það er að eins og í dag að þá er svona sjálfgefið til dæmis að þú fyrir skuld og þú átt ekki nóg til þess að borga skuldina þína að þá lýsir þú bara yfir gjaldþroti og þá bara einhvern veginn hverfur skuldin eitthvert og þá máttu ekki taka lán í einhver ár og eitthvað svona og ef þú hefur sagt þetta við manneski fyrir 100 árum að þá er bara eitthvað, eða þú veist 200 árum bara eitthvað, hvað er það tala hvert fer skuldin í gamla daga var það þannig að þú fórst í skuld og borgaðir ekki tilbaka þeim sem lánaði þér þá varstu að ræna á honum þú kannski ekki bara hvað lýst yfir gjaldþroti og allt í hennu var bara þá varst bara sett í fangilsi og þú varst að þjóna þeirri mannesku þangað til að þú komst upp úr skuldinni aftur þannig að mikið í Gamla testamentinu er einmitt í svona aðstæðum þar sem að
Ísraelir skuldar ykkur öðrum og einn gyðingur skuldar ykkur öðrum og segir, hei, ég ekki með nót þess að borga þér og ég ætla, ef ég sel mig þig í hendur í x mörg ár, þá get ég greitt upp skuldina minna og unnið upp, þannig ég geti sett mig aftur á fætur, skilur, og átt eitthvað dýr og annað eins. Þannig að ef við byrjum með ranga mynd af hvað þrælahaldi í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu, og þær eru mismyndir hlutir, by the way, þrælahaldi í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu, að þá munum við fá ranga niðurstöðu. Þannig að það er mjög gott að byrja einmitt á þessu. Og þá er það kannski að byrja á svona sögulega samrýnginu í Gamla testamentinu, ef ekki bara byrja á því. Nú, já, þannig að við byrjum á þessu að öll umhverfisríki í Ísrael eru með þrælahald, mjög brútal þrælahald. Og í raun var þrælahald ekki bara þar, heldur alls staðar heiminn og horta á það bara sem sjálfsagðan hlut. Það er ekki fyrir William Wilberforce kemur og berst fyrir því að þrælahald, þessi bundi enda á þrælahald í Bretlandi. Og þetta manstu hvernig þetta við vorum að horfa á bíómyndum þetta. Þetta ekki? Ég man það ekki. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta En hann sem sagt í kirkju, það sem John Newton ég held að það sé John Newton, frekar en Isaac Newton. Ég rugla við með alltaf saman, einni vísindamaður. Já, það er John Newton. Er það John Newton sem gerði hana Amazing Grace lagi? Já. Þannig að hann var að vinna á báti sem var að taka þræla frá Afríku og svo kemur hann til trúar og bara byrjar að berjast á móti þessu. Og einn í kirkjunni hans heitir William Wilberforce og hann í pólitík og hann reynir að snúa landinu í mörg ár. Allir hata hann fyrir þetta. Hann bara að segja að þetta er anstigð fyrir Guði, hvað maður að gera við sumt fólk. Svo nær hann því eftir mörg ár að berjast fyrir því að binda enda þrælahald í Bretlandi og ekki nú með það, svo fær hann Bretland til þess að nota sjóherið sinn til þess að binda enda þrælahald út allan heim. Hann bara, við erum með sterkasta sjóher í heimi, notum hennan her til þess að frelsa fólk úr þrælahaldi og það er raunveruleikinn sem við búum við í dag en svona mjög frábrugðin því sem að kannski var og hefur alltaf verið. Þú veist, það er bara fyrsta skipti það sem einhver í mannkyns sögunni reyna að binda á þrælahald út allan heim. En hann lögmálið svona lýsir þessu. Þrælahald Ísraels var svolítið eins og þú veist að tala þetta var svona skuldar þjónusta þetta var ekki að þú áttir manneskuna. Við sjáum þetta í annarri Mósebók. Vilt þú lesa hana? Sérðu eftir frá mig? 2001. kafla vers 16. Já. Hver sem stelur manni og selur hann eða hann finnst í hans vörslu, hann skal lífláttinn verða. Þannig að eitt og sér byrjar að líta á, þrælahald var ekki að þú gæst bara rænt annari mannesku og selt hana eða átt hana. Heldur, ef þú reyndir að gera það, þá varst þú sjálfur drepinn. Og það var líka vernd fyrir öðrum þrælum sem voru á flótta, eins og við finnum Mósebók 23, 15-16. Þú skalt ekki framselja í hendur húsbónda þræl sem flúið hefur til þín frá húsbónda sínum. Hann skal setjast að hjá þér í landi þínu. Á þeim stað er hann sjálfur velur, í einhverri af borgum þínum þar sem honum best líkar. Þú skalt ekki sýna honum ójöfnuð. Og svo var líka, ef þú ferði í 3. Mósebók 25, við getum ekki lesið allan kaplan, en þá er verið að lýsa systeminu sem var þetta system að frelsi á 7 ára fresti. Já, á 7 ára fresti. Eftir 7. árið að þá kemur svona hvíldarár og þá áttur að leysa alla þræla lausa. Það er að segja, ef þú varst þræll og skuldaðir einhverjum og þú vissir að verið 3 ár þangað til að frelsisárið væri að fara að koma, þá getur sagt, ég skal selja þér þjónustuna mína í þínar hendur í 3 ár til þess að komast úr skuldinni. Svo ef það er eitthvað auka, þá get ég tekið það með mér. Og þannig að það er svona svolítið kerfi. Svipað við gerum í dag. Við segjum við fyrirtæki, ég skal selja þér 8 klukkutíma deginu mínum og í staðinn fæ ég pening frá þér og svo var Jubilee fagnaðarár á hverju 50. ári eftir 49 ár, þá var fagnaðarár og allir. Þannig að þú máttir aldrei selja einhverjum lengur heldur en 7 ár og stundum var kannski, þú veist, bara 3 ár út af þessu og fagnaðarár að koma á hana eins. Og líka bara líkamsmeiðingar á þrælum var sjálfkrafa frelsi fyrir þrælana. Það var tekið fram í 2. Mósebók til dæmis 21, 26-27. Ef maður slær þrælsinn eða ambátt á auga og skemmir það, þá skal hann gefa honum frelsi sitt fyrir augað og ef hann lýstur tönn úr þræli sínum eða ambátt, þá gefi hann honum frelsi fyrir tönn sína. Já, og þannig að þetta er svona ýmislegt svona, það sem að þrælahaldið er kannski ekki beint myndin sem við höfum í hausnum þegar við hugsum þrælahald í dag. En þetta var samt þrælahald og maður spyr, þú veist, er þetta ekki allt ránt? En ég held að, eins og ég sagði áðan, að mörg lög í Gamla testamentinu hafi ekki verið það sem
fullkomið viljugus, auðvitað vildan ekkert að fólk myndi skulda og ekki geta borgað og annað eins, heldur var þetta hemlandi lög á ílskumannana og þjóðana í kring og hvort sem að sé þrælahald eða fjölkvæni eða skilnaðir að þá þetta Guð að segja, hei, þetta eru lögin og þetta er bara grunnurinn, þetta er ekki markmiðið þitt í lífinu, þú veist, heldur bara grunnurinn til þess að halda aftur að þú gerir allt sem þú vilt, eins og sérstaklega með þessi dómarbókinni, þegar að fólk gerir bara allt það sem það vill, þá er það viðbjóðslega hlutir. En hann að eigum að taka smá pásu. Já, endilega. Og koma svo aftur. Sjáum þetta smá. Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja, hefur ákveðið að búið til reikning sér fyrir trú og líf. Þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessa þætti, halda upp í heimasíðu, ef ykkur auka peningur til staðar, getur kannski farið að gera eitthvað heimildamindir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem er algjörlega til staðar fyrir bara trú og líf. Reikningurinn er 0357 22 00 4667 og kennitalan er 610 111 0920. Heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og er. Þú ert hjartanlega velkomin. Heyrðu, svo langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúolíf.is og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðu þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í. Jæja, velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Þú ert að hlusta mig, Sögu Maríu. Og mig, Gunnar. Gaman að vera með ykkur. Við erum að tala um þrælahald í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Já. Við ætlum að færa okkur yfir í Nýja testamentið. Við vorum að tala um Gamla testamentið. Mér finnst þetta mjög áhugavert einmitt bara já, mér finnst það svona að gefa þetta kynna líka, þú veist, þetta með, sko, þú veist, að Guð skilur við þráum fullkomnun, skilur við þráum, þú veist, að sjá bara ekki svona, þú veist, svona þrælahald og við þráum auðvitað, þú veist, við þráum bara að sjá bara yfir höfuð, bara ekki ilsku og eitthvað, en samt, skilur getum við ekki heldur ætlast til að Guð eftir að því að við ætlum að fara að segja bara eitthvað, já, Guð akkur gerur þetta ekki bara svona eða svona að þá ertu strax búin að færa þig yfir í að þá væri þetta eitthvað Guð sem væri bara eitthvað svona skilur, tæk ekki inn í þú veist okkar val og ég held líka að við eigum eftir að vera það fólk sem að fólk horfir á eftir 200 ár ef að Guð ekki kominn og hugsaður hvaða viðbjóð voru þau að taka þátt í af hverju hugsaðu svona af hverju, hvernig gætu Vesturlöndin verið að díla við bara sjúkdóma tengdast offitu og meðan að hinn heimurinn helmingurinn heiminum var bara að deyja úr hungri og annað eins, veist, eða fóstureyðingar eða hvað sem veist, bara, hvernig gátu þið réttlátt á fyrir sér að þetta var ekki líf þegar bara vísindin sjálf benda á að þetta er líf þannig að ég held að það sé ýmislegt svona það sem að veist, komandi kynslóður eftir að horfa á okkur og vera bara hvað voru þið að pæla en við erum í Nýja testamentinu þannig að þú veist, Gamla testamenti þetta byrjar þú veist kannski 1400 árum fyrir Krist Nýja testamentið byrjar bara, þú veist, 0 eða bara hana, þú veist, þegar Jesú fæddist og það er þrælahald en það er öðruvísi heldur en Gamla testamentið Rómverjar voru ekki mikið að pæla í Gamla testamentinu þá, en það var samt ekki kynþáttabundið það var oft tengt stríðum og skuldum og efnahag og gat verið vægara en þrælahaldið í Gamla testamentinu gat líka verið grimmara í mörgum aðstæðum en hann að spurningin er þessi, bara af hverju er Jesú ekki hana eða Páll Póstuli að bara kalla eftir tafalaust bara, hei, þetta við erum að binda enda á þetta og ég held að ástæðan sé svo að þetta er bara pingu lítil hópur í Rómaveldi þú veist, ef að þau myndi byrja ykkur uppreist þannig að það voru bara drepið á alla og það myndi ekkert breytast í rauninni og en eins og ég rauninni kom inn og líka bara áðan, þú veist, þegar ég held að þú veist, á endanum þá náttúrulega vill Jesús náttúrulega það snýst meira en að breyta bara að utan, skilur þetta snýst að breyta hjartanu Já, ég held nefnilega að reglur breyta ekki þau breytir ekki hjartanu hennu og reglur breyta ekki samfélagum veist, að það þarf eitthvað menning þarf að breytast og hjörtu þarf að breytast til þess að raunverulega breyta ekki í þessi stað og það er það sem ég held að Biblian sé að leggja út á að sannleikur reikningana byrjar þessa nýju heimsmynd á hvað er rétt og hvað er ránt og hver er við stjórn
og byrjar að umbreyta hjörtum og það byrjar að umbreyta samfélögum þannig að þessi sannleikur Jesú Krist byrjar að hafa þannig áhrif að það mun enda þrælahald og við sjáum í reikningaversunum eins og ertu með Galatabréfið þannig fyrir fram með Galatabréf 3:26-29 Já, þið eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú allir þið sem eru skýrði til samfélags við Krist þið hafið íklæðst Kristi hér engin gyðingur né grískur þræll né frjálsmaður karl né kona þið eru allir eitt í Kristi Jesú en ef þið tilheyrið Kristi þá eru þið niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu og þú byrjar að sjá ef að allt samfélagið byrjar að mótast samkvæmt þessu að þá byrjar það bara hægt og rólega að taka undan hver þræll og hver ekki og stöðu og valdi og annað eins og sama í Kólosabrifinu í 4. kafla í versi 1 þá segir þið sem eigið þræla veitið þeim það sem rétt og sanngjarnt og vitið að einnig þið eigið drottin á himni Vá, þú ætti bara að lesa versin en þú veist að þið sjálfir þóttið að þið haldið að þið séu ykkur drottnar og valdamiklir hér muniði að hann yfir okkur öllum þú veist að þið sjálfir eru ekkit og manngreinar Guð fer ekki manngreinar álit þú veist í rauninni eru bara þræll og sá sem að með þræll bara þeir eru eins eða þú veist þeir eru jafnir fram fyrir Guði Svo eitt mjög stutt bréf í Nýja testamentinu Fílemon þar sem að það þræll að fara aftur til síns heima eftir að hann kom til trúar og Páll póstuli að skrifa til mannsins sem að á þennan þræll Onesimus Onesimus og hann byrjar að leggja þetta vilt þú lesa þessi versinni Fílemon 15 og 18 Vísast hefur hann þess vegna orðið viðskila við þig stundarsakir að þú síðan skildir fá að halda honum eilíflega ekki lengur eins og þræli heldur þræli fremri eins og elskuðum bróður mér hann kær bróðir hve miklu fremur þó þér bæði sem maður og kristinn ef þú því telur mig félaga þinn þá takk þú á móti honum eins og væri það ég sjálfur en hafi hann eitthvað gert á hluta þinn eða sé hann í skuld við þig þá fær þú það mér til reiknings En já, þannig að þetta þú veist svona áhrif byrjar allt í hennu að brjóta niður allt kerfið og þú getur sagt, þetta ekki bara afsökunni eitthvað svoleiðis en ég meina hver annar í mannkins sögunni hefur bundið enda á þrælahald ekki bara reynda að binda enda á þrælahald í sínu ríkju þar sem að þrælahald hefur verið talið eðlilegt heldur reynda að gera það út um allan heim og tekist það á marga vegu og þannig að þú getur sagt ég held að það sé bara eitthvað afsökunin þeir eru bara eitthvað en þú veist hver annar hefur gert það bentum mér á það og segðu mér hvernig þú myndir gera þetta en ég held að þetta sé nefnilega svona guðfræðilegi þráðurinn að Guð leiðir mannkynnið smá saman meðfram vegið sínum varandi skilnað í Gamla testamentinu þá það svona að hamla hvernig get ég passa sem mest upp á ekki það að Guð vildi skilnað eða fjölkvæni eða þrælahald að takmarka svona það illa sem við getum gert og að lögmálið sé ekki markmið okkar í lífinu heldur bara byrjunin og Jesú í Mattheusarguðspjalli í 5. kafla leggur rosalega mikið upp á þessu hei, þið hafið heyrt ekki myrða en ég segi ekki hata bróðin þú hefur heyrt ekki dríga hór ég segi ekki horfa á eftir henni með lostafullu augu þið hafið heyrt ef þið viljið skilnað komum með skilnaðarbréf ég segi, þannig að Jesú að segja lögmálið ekki markmið mitt heldur upprunaleg sköpun Guðs markmið mitt og að lögmálið sé runni til staðar til þess að hefta ílsku ykkar og það mjög leiðilegt markmið í lífinu að bara myrði ekki fólk og þessi mannréttindi að sprettur upp frá guðfræðilegu kristinni guðfræði að við erum sköpuð í ímynd Guðs og þannig berum við gildi og virði saman hversu mikið peninga við höfum saman hversu mikið vald við höfum saman hvaða kynþátt við höfum að við eigum að bera virðingu út af því að hver og einn manneska sem þú hittir í dag skapaður eða sköpuð í ímynd Guðs þannig að það eru umbreytandi hugsun ég sé að skrifa þarna erfiða spurningar til að nefna sjálfur já, við getum farið í það ef við gerum það og kannski eitt með sjálfsæðis yfirlýsingu Bandaríkjanna þegar þeir segja, hei, við ætlum að vera okkur ein þjóð
þá segja hérna we hold these truths to be self-evident that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Og það sem er merkilegt að lesa til dæmis George Washington þegar þeir eru að skrifa þetta og hann er á lífi og það er þrælahald í Bandaríkjunum og það er eins og margir átti sig á því og margir kristnir líka eins og Quakers og annað eins, þeir eru bara svona sjáu þér hræsnina í því sem er að segja að allir eru með mannréttindi frá skapara sínum samt eru einhverjir hér í okkar þjóð sem hafa ekki mannréttindi, þau eru eign og hann að, George Washington sjálfur strögglaði mjög við þetta og já, þannig að þetta er svona endurlausna mynstrið og ég er þakkláttur fyrir að þið skrifa þetta niður jafnvel þó að það sýndi fram á hversu mikil hræsnarar þeir voru, skilur en þetta er svona endurlausna mynstrið endurlausna mynstrið, já svona úr annarri Mósebók þá sjáum við að Guð frelsar sinn líð frá Egyptalandi úr þrælalandi við sjáum að Jesús segir sjálfur ég kom til þess að leysa hlekki hinna bunnu og að í sjálfum sér eru við öll þrælar eitthvers ef að Jesú hefur ekki frelsað þig þá ertu þræll syndarinnar og þá ertu þræll holdsins og endurlausna mynstrið er að hann er komin til þess að leysa Já, ég held líka bara að fallega við kannski bara fagnaðarerindi drottins og það að gefa vonin í aðstæður sem að hver dýpra heldur en þínar aðstæður þú veist að í rauninni ef þú fylgir honum og því sem að hann hefur kallað til að þá er rauninni upplifari frelsi innanfrá Já þú veist, ég er frelsaður núna og ég tilheyri Kristi, þú veist að hann er búin að leysa af mig rauninni aðal hlekkjunum sem að þurfti að vera leystir þú veist og þetta er einmitt magnað, maður hefur heyrt fanga sem er í lífstíða fangilsi segja, ég veit að ég er fastur inn í þessu fangilsi en ég er fyrir alls út af því sem ég hef hitt Guð hér inni, veist og hann, og þetta er svona, veist, maður getur spurt sig veist, erfiða spurningar af hverju bannaði Guð ekki bara strax og hann eins og einhver sagði ef þú gefur mér vald Guðs og hversu miklu myndi ég breyta en ef þú gefur mér líka visku hans þá myndi allt vera alveg eins að hann af hverju bannaði hann ekki strax ég held að hluta því er að við sjáum í Gamla testamentinu jafnvel það er reglur sem hann gefur fólkið, það breytir ekki hjörtum fólksins það fyrir ennþá tilbyggja falskuði og annað eins og allt fyrir rugl í dómarabókinni og annað eins en hann en ég held líka eins og ég var að segja hann ég held að segja bara þetta líka þú veist að banna ekki strax þú veist bara svona þú veist í grunninn þá viltu í rauninni bara Guð banni bara ílskuna skilur þú vilt bara Guð banni ílsku yfir höfuð þú veist og það er náttúrulega ég veit það ekki erum við þá að segja ég þakka allavega Guði fyrir það að Jesú kom ekki sem annars spámaður sem sagði bara hvað eru öll að klúðra málunum en af hverju eru ekki að gera góða hluti hann kom til að segja að þú ert syndari og ég komi til þess að frelsa þig og hann tekur við okkur það sem við erum og leiður okkur á betri stað og það hann elskar okkur Mér finnst bara svo erfitt að hugsa um svona mála þegar ég fer alltaf strax að hugsa bara eitthvað svona eitthvað banna ílsku þá fer ég er alltaf svona þetta fer svo mikið út í bara þegar við erum að tala um eitthvað svona eitt ákveðið þetta fer, mér finnst það alltaf leið út í þú veist, ef að Guð myndi banna ílsku, þú veist, ég minna, ok þú veist, á hann banna þá bara alla ílsku þú veist, ég hef alveg verið ill, skilur þú veist og ætti bara dómurinn alltaf að vera fyrir ílsku bara, þú átt ekki rétt á að lifa lengur skilur og ég held að við setjum okkur oftast með svona notum grundvöllin sem hann gefur okkur svona eins og grundvöll fyrir mannréttindum og við segjum af hverju gerir Guð ekki eins og ég af hverju ég er svo miklu betur en Guð en við veitum ekki, við bara höfum enga visku, þú getur með fullt af hugmyndum en eins og ég segi, það er engin reynt að afmá þræla hald út allan heim fyrir en að Jesús kom með kenningarna sínar sem umbreytti hjörtum og samfélögum sem var til þess að þeir reyndu og eru að reyna og líka bara að þú ert að pæla í hvað þetta var mikil svona ósiða fólk þá það eru fleiri þrælar í heiminum í dag heldur en voru fyrir 2000 árum bara svo vitir það eru miklu fleiri milljónir manna í þrælahaldi í dag, í kynlífsþrælaldi og annað eins og ef þú ætlar að fordæma Guð fyrir að stoppa þetta ekki þá vil ég bara snúa mér að þér og segja hvað í óskapunum er þú að gera í þessu það eru miklu fleira að þessu í dag við vitum hvað er rétt og hvað er ránt við erum búin að fá þessar kenningar sem að umbreyta samfélögum og hjörtum samt er þetta að gerast Já, maður töksa líka bara með alveg svona öldinni sem við lifum á og þú veist, búið að koma svo mikið af svona bara upplýsingaöld og svona að við ættum í rauninni að vita betur
og tæknina til þess að sjá þetta út allan heim. En við erum alveg að búið með tíma. Mér langar bara að segja að eitt sem ég hef áhyggjur af er að við erum búin að taka grundvöllin fyrir hugmyndum eins og mannréttindum og ég hef áhyggjur af því ef við föttum ekki hvaðan mannréttindi spretta að þá munu þau hverfa á endanum. Ég teki eftir þessu núna, fólk er að tala mannréttindi eins og Wi-Fi sé mannréttindi og annað eins, við veitum ekkert hvað mannréttindi eru og hvaðan þau koma og ég hef áhyggjur af því að ef Vesturlönd halda áfram að aðskila sig frá Biblíunni þá einn daginn er eftir að spyrja af hverju höldum við í þessi mannréttindi og það getur verið hræðilegu dagur fyrir Vesturlöndin en Biblían, hún setur mannkynið á svona ferli frá grimmd yfir í réttlæti yfir í kærleika og það er kristin trú sem ólaf sér þessa afnáma sparáttu þrælahalds og já, mér langar að spyrja þig kæri hlustandi, hvað kerfi þú blindur á í dag sem viðbjör og hluti sem að gerast sem að komandi kynslóðir munu horfa tilbaka og segja já, af hverju gerðu þau ekki neitt í þessu Vil þú segja eitthvað árum fyrir? Þetta var bara punkturinn yfir yfir. Takk fyrir að hlusta, við vonum að þetta hafi verið þér kæra hlustandi uppbyggjandi þetta var fyrir mig, það er alltaf jafn mikið blessun að hlusta á manni minn hérna Takk Gunnar Hérna, við bara vonum að dagurinn eitthvað verið góður og þannig til næst Bless